Það var athyglisvert atvik á 22. mínútu þar sem það sauðilega allt upp úr. Hvað gerist þarna? Já, einmitt, já, hann fær sóknarbrot þarna, fær 2 mínútur fyrir að fella Selfyssinginn. Sjáum þetta hérna. Þetta svona flækist þarna og Ívar fær brottvísun. En kannski sem merkilegt og þeir voru mjög ósáttir við það, sem merkilegt kannski þetta, sjáum við akkurat, ok, þetta sást ekki útlendingar. Hann driblar boltanum, fram dæmdur boltinn, Arnór hleypur hérna fram, ætlar að taka fríkastið, en Selfyssingur, eða Selfoss-strákurinn hana, keyrir inn í hann þegar hann að taka fríkast og þeir dæmi ekki neitt. Þarna náttúrulega brjálast frambekkurinn, þetta á að sjálfsögðu að vera í það minnsta 2 mínútur, ef ekki víti, af því að þarna hann að skjóta í raun og veru á tómt mark, markmaðurinn ekki komin í markið, en í það minnsta 2 mínútur og fram á þetta eiga boltann. En þeir missa af þessu, eða einhvern veginn ná ekki að bregðast rétt við. Bekkurinn brjálast, eina fær gult spjald. Og kannski það sem og auðvitað leiðilegt, þetta eru mistökir dómarinn, alveg klárlega, en kannski það sem maður fylgir, maður tók svolítið eftir, mér fannst þetta fara svakalega í hausinn á frömmurum. Þeir eru þarna næstu mínúturnar, pirra sig yfir eiginlega öllum dómum, og þeir voru svona, það var komin svona smá attitúd í þeim og þegar það var já, það var svona pirringur bara ef þeir fengu ekki víti 2 bara og alla dóma sín megin, sko, þannig að hausinn datt aðeins þarna, það var leiðilegt að sjá. Er það ekki algengt þegar þú ert að byrja leikinn illa? Þú veist, byrja leikinn mjög illa og svo kemur einhver svona skrítið dómur fyrst á þeim broti og þá áttu til að missa hausinn, sko. Það kannski búin að vera pirraður út í samherja og allt og alla. Svo kemur einhver dómur sem rangur og þú ákveður að taka út á þessu. Já. En þetta mjög skrítið dómur og í rauninni vorkenni aðeins markmannur líka sem að fara að dribbla honum en einhvern veginn flauta. Hann bara eigin heim að fara að dribbla honum einhvern veginn, þú veist. Klaufalegt í honum, hárréttu dómur fyrst að flautar, sko, þannig að þetta var eiginlega fáránlegt atvik, sko, frá A til Ö, þarna. En við ætlum að sýna ykkur 2 síðustu mörk Selfyssinga í leiknum. Þetta er náttúrulega bara frækinn sigur fyrir nýliðana. Algjörlega. Og þarna frambúið að vinna sinni leikinn og komið yfir. Og það sem bara ótrúlega gaman að sjá, þú veist, ungt og reynslulítið lið, þeir mistu ekki hausinn. Þeir einhvern veginn bara þarna að jafna. Koma svo í loka sóknina og ná að spila frábæra sóknina línu og tryggja sigurinn. Þannig að já, ég bara hrósa á þá og það maður einhvern veginn hélt, þú veist, þegar fram að búin að vinna sig inn og komast yfir, þá einhvern veginn hélt ég, já, nú brotnaðir. En þetta er sterkt. Gerðu það ekki, mjög sterkt hjá. Mér finnst bara svona við Selfosslið, mér finnst það töluvert betra heldur en fyrstu umferðinni. Mér finnst það fyrir smá ná tökum á varnarleikinn. Ekki fyrstu umferðinni, alls ekki, sko, og mér finnst varnarleikurinn ekkert góð. Maður sér hvað að gera varnarlega og mér finnst það vera, þú veist, miklu betra umferð eftir umferð og sóknarlega finnst mér ekkert vera að spila eftir í hvernig. Mér finnst það bara vera að spila sinn leik, mér finnst það ekki vera að taka eitthvað atvik sem gerist í sókninu og undan eða eftir eða eitthvað með sér, heldur þeir eru bara að spila sinn leik. Þetta er aðferðin í vörn og þetta er í sókn og þess vegna finnst mér, þú veist, þeir eru búin að vera nokkuð góðir í þessu 3 leikjum og yfir stóran hluta af þessu 3 leikjum.